Sorry then. Velkomin á 591. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar, haldinn í fundarsal Breiðumýrar 20, fimmtudaginn 13. mars 2025 kl. 17. Fundinn sitja Halldór Benjamín, Sandra, Njörður, Telma, Atli Viðar, Alda, Sigmar, Pétur og Íris Bjarnhildardóttir sem einnig rita fundargerð. Einhverjar athugasemdir við fundarboð? Engar koma fram og grípur til dagskrár. Fyrsti dagskrárliður, það er fundargerð bæjarráðs frá 20. febrúar. Það eru tveir liðir sem eru afgreiða sérstaklega og byrjum á lið 5, það er þjónustusamningur Hveragerðisbæjar við félags eldri borgara Hveragerði sem er afgreiða sérstaklega. Þar leggur bæjarstjórn til að samþykkja þjónustusamning Hveragerðisbæjar við félag eldri borgara Hveragerði. En orðið er laust. Engin kaus sér hljóðs. Þetta er lið 5 samþykktar, þeir sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Það er liður 6, viðauki við fjárhagsáætlun sem er afgreidd sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir 116 milljóna viðauka við fjárhagsáætlun 2024 vegna kjarasamningsbundinna launahækkana. Gert var ráð fyrir þeim hækkunum í svokölluðum potti undir verkefnum bæjarstjórnar. Áhrif viðaukans liggur fyrir í ársreikni fyrir árið 2024 sem er nú til endurskoðunar og tekin formulega til fyrri umræðu bæjarstjórnar apríl næstkomandi. Orðið er laust. Alveg ekki svör? Forseti. Já, ég var hljópa aðeins yfir þetta og mér langaði aðeins að spyrja út í, ég sé að það eru 3 liðir sem eru svona hæstir og einn af þeim er grunnskólinn sem er náttúrulega með flesta starfsmenn á vegum Hveragerðisbæjar og hins vegar eru sundlaug og bæjarskrifstofa. Mér langaði svolítið að heyra hvers vegna þeir væru svona háir þar. Þetta eru auðvitað launahækkanir hjá bara kjarasamningsbundnar launahækkanir hjá BHM og þannig að þetta eru bara kjarasamningshækkanir sem hafa átt sér stað hjá þeim fagmenntuðu fólki sem er í þessum stéttarfélögum. Þannig að þess vegna kemur þessu upphæð til. Þannig að það er bara eftir því eftir hvaða launatöflu þau eru þar og hvernig hækkanirnar koma inn. Þannig að það er bara skeringin á því. Takk. Ekki, þá er liður 6 og mikil samþykktar, þeir sem samþykkja merki. Það er samhljóða, það er fundargerð undir umræðu. Fullnægjandi máls. Svo er ekki, þá er fundargerðin og mikil staðfestingar, þessi staðfesta fundargerð. Merki, það er samhljóða. Það er fundargerð bæjarráðs frá 7. mars. Það eru liðir afgreidd í sérstaklega 8, 9, 11, 12, 13 og 17 og við byrjum á lið 8, mat á árangri stjórnkerfisbreytinga 2024 tilmækkan vinnahóp og þar er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að skipa Halldór Benjamín Hreinsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttur, Friðrik Sigurbjörnsson, Pétur G. Markan í vinnahóp framhald breytinga og skipulag Hveragerðis. En orðið er laust. Samþykkja og svör. Forseti. Já, þetta er auðvitað, við fórum upp kjörtímabils, þá fórum við þetta í ákveðna úttekt eins og það hefur komið ansi oft fram hér og þetta er auðvitað bara næsta skref í því að við vorum að uppfæra svolítið stjórnsýsluna og það gerist auðvitað ekki á einni nóttu og það tekur tíma en þetta er næsta skref í því að stofna þennan hóp og vinna svona næstu skrefum. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt og þetta gleymir mjög að við séum komin á þennan stað núna og ég lagt til að sjá hvað hópurinn kemur sér saman og leggja til. Takk. Takk Sandra. Einhverju fleiri? Svo er ekki, þá er liður 8 borin upp til samþykktar. Þeir sem ekki merki samþykklega samþykkt samþykkta. Það er liður 9, breytingar og skipulagi bæjar og skólaskrifstofu sem það er afgreidd sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu breytingu á skipulagi bæjar og skólaskrifstofu. Orðið er laust. Kannski aðeins að fara létt yfir þetta.
Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Með leyfi forseta, mig langaði aðeins að koma inn á bara örstutta fyrirspurn sem kom hérna í upphafi fundarins. Kannski bara aðeins að dýpka á þeirri umræðu. Ég sko til grundvallar þessum kjarasamningur annars vegar POS, BHM og svo kom til uppgjör við kennara eins og við munum í lok nóvember sem að frestaði þá verkfallsaðgerðum eitthvað inn í nýtt ár sem við lukum núna fyrir 3-4 vikum þá lukum þeim viðræðum með samkomulagi sem við höfum eftir að reikna svona fullreikna hvaða áhrif hafa á rekstur ársins 25 og næstu ára. En þetta svona til grundvallar þessum hækkunum sem við þurfum að mæta síðan með þessum viðauka. Það er spurt út í sundlaugina og síðan ráðhúsið eða bæjarskrifstofuna. Hvað varðar bæjarskrifstofuna, það urðu bæjarstjóraskipti á síðasta ári. Það er væntanlega haft áhrif á áætlun ársins, einhver óveruleg en enga síður það kemur þarna fram. Og síðan hafa einfaldlega verið breytingar á vöktum og með annað sundlauginni sem hafa einfaldlega verið meiri kostnaðarauki en við gerum ráð fyrir og það er búið að setjast yfir það og svona stilla það betur af. Þannig að þetta eru svona útskýringarnar. Það sem hjálpar okkur mjög mikið við þennan viðauka að eins og kemur inn á í bókunni að það var við getum sagt að það var ákveðin forsjárhyggja gagnvart árinu 24 þannig að það var búið að mynda ákveðin pott sem var 112 milljónir sem að grípur raun og veru þessi frávik sem að við þurfum síðan með formlegum hætti ganga frá núna með viðauka og svo orðum við þannig að útreikningur eða áhrif á fjárhag bæjarins koma síðan fram í ásetninginum sem að verður skilað inn í fyrirumræðu í apríl sem er bara nokkuð gott tempó vil ég halda að okkur helst bara nokkuð vel á þeirri vinnu og bara lítur ágætlega út svo ég bara orðið það þannig. Þannig að þetta er svona kannski til grundvallar en af því við vorum að tala þessar breytingar þá það þannig að móttaka bæjarins hefur verið á 2 stöðum má segja, annars vegar í Ráðhúsinu og svo hefur verið móttaka á velferð- og skólaþjónustunni. Það sem við erum að huga að þessu er tilfærslu á verkefnum og þá getum við verið með móttökun á einum stað og fært þá til verkefni og það sem hefur verið mjög aðkallandi að setja meiri kraft í svokallaða stafræna þróun. Opna þá þjónustugátt sveitarfélagsins betur þannig að nýir íbúar og nýjar kynslóðir sem að kannski þekkja samskipti í sveitarfélagi öðruvísi heldur en að hringja eða koma og klukka okkur í móttökunum sem náttúrulega alveg dásamlegt að efla þá þjónustu betur og svo það líka bara að við viljum öll standa fyrir vandaða og gegnsæja stjórnsýslu að það miklu betra að taka við erindum rafrænt þannig að þau séu skjöluð strax og séu fótspor til eftir staðan fyrir að taka við símtölum. Þannig að það ákveðin metnaður í því hjá sveitarfélagi varðandi gagnsæja og skilvirka stjórnsýslu að vera með erindi frekar gagnvirk heldur en í símtölum þannig að sá sem að reka erindið hafi sannarlega erindi, móttekið og þá virkjast leið bara ákveðnar skyldur á hendur sveitarfélagsins. Og ég held að þetta allt saman eigi eftir að skila okkur í betri stjórnsýslu. Við langaði að deila með ykkur líka að við erum að ræða þetta að við höfum orðið vör við það svona seinni part síðasta árs og mjög afgerandi á upphafi þessa árs að símtölum hefur fækkað mjög mikið. Og eftir að hafa svona legið svolítið yfir þessu og greint málið þá allavega vil ég meta það að það að hafa sett aukinn kraft í velferðarþjónustuna, byggt hana upp, aukið við stöðugildin þar sem að skila sér í öflugri og betri þjónustu, þá það mín tilfinning allavega að málin séu betur unnin, eru í betri farvegi og þar með eru þau síður að skila sér í símtölum inn. Þannig að ég held að þetta sé bara ákveðin vísbending það að með aðgerðum þá getum við bætt stjórnsýsluna, bætt þjónustuna og þá þurfum við leið að kannski skoða hvernig við getum skipt verkefnunum til þess að enn fremur auka við gæðin í þjónustunni. Ég mér langaði að nefna þetta og deila þessu með ykkur en svona, já, takk fyrir. Takk fyrir það, Pétur. Það laust. Ef ekki þá liður nýju breytingu skipulag bæjar skólskipstjórn búin til samþykktar þeir sem samþykkja merki.
Það er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í lið 11, opnun tilboða, verkefni í verki í tækjarými. Aðgreina sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að taka tilboði verksbjóðanda, Frumskógar EHF í verkið sem er 70,1% af kostnaðaráætlun verksins, enda uppfylli bjóðandi öll skilyrði útboðsgagna. Orðið er laust. Engin bauð sér hljóðu. Gjörðu svo vel, Sandra. Ég var bara að spá hvort þú ætlar að koma inn eða mér langar bara að segja að það gleður mig svo að sjá að tilbúin kom inn undir kostnaðaráætlun og 70% af áætlaði kostnaðaráætlun er ótrúlega bara gleðiefni og mér langar bara að vekja athygli á það, þannig að ég verð viss hvort þú ætlar að gera það. En takk. Takk, Sandra. Það var það alltaf. Kannski bara, Gjörðu svo vel, Pétur. já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Mér langar aðeins að koma inn á að þetta ferli varðandi í gervigrasið og öll þau útboð sem hafa farið fram á bakvið þessi útboð eru náttúrulega fundir með þeim aðilum sem ætla að fara að nýta þetta mannvirki sem er Hamar í þessu tilfelli, þannig að það hafa orðið og hafa verið kynningafundir alltaf reglulega þegar við förum í gegnum hvað við erum að gera og eftir hverju erum við að kalla eftir útboðinu og þarf að greina það í leiðinni. Og það sem er í pípunum núna er að við erum að bíða eftir tilboðin varðandi útboði í gervigrasi sjálft, innvolsið í tæknirýmið, þannig og ég gerir ráð fyrir að það sé tekið til umræðu núna í bæjarráði væntanlega bara næst og tekur þá til staðfestingar bæjarstjórnar í apríl. En á bakvið þetta er heilmikil vinna og heilmikil samráð, því það er mjög mikilvægt að það sem við erum að kaupa, sem er rándir búnaðar, sé í samræmi við það sem er verið að óska eftir og það sem er samræmi við það sem væntingar þeirra sem ætla sér að nýta mannvirkið. Það er mjög mikilvægt. Þannig að þetta helst allt í hendur og eins og staðan í dag erum við bara býsna bjartsýn með framhaldið og þetta mannvirki. Takk, Pétur. Svo ekki, þá er liður 11 opnun tilboða, verkefni í verki tækjarými, ekki samþykktar, þessi samþykki mannvirki. Það er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 12, húsalegur samningur atvinnuhúsnæði og orsakað í 4D sem þarf að afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir samninginn, en orðið er laust. Forseti, ég kannski bara eins og Pétur áður með leyfi forseta bara mynd mér, ég ætla aðeins að kannski bakka í liðinu undan, þannig get ég tekið þetta bara í einni beiti þetta. Varðandi tæknirýmið, þá náttúrulega ég tek undir með Söndru að það er gott að við séum að fá tilboð undir kostnaðaráætlun, en náttúrulega þurfum við líka að spyrja leikslokum. Ég man ekki betur við fengum tilboð undir kostnaðaráætlun í jarðvegsvinnuna og svo bara þegar framkvæmdin var búin þá náttúrulega kemur alls konar í ljós á leiðinni. Þannig að við bara sjáum hvernig þetta endar. En vissulega er náttúrulega meiri fyrirsjáanleiki í byggingu og tæknirými heldur en jarðvegsframkvæmdum, þannig að ég bara leyfum okkur að vera bjartsýn í því. En sko varðandi þetta geymslurými var ég bara með einfalda fyrirspurn. Mig langaði í rauninni bara til þess að það verið farið yfir hér hvað sé verið að fara að geyma í þessari geymslu. Takk fyrir. Það sem geymslan er hugsuð fyrir og er notuð fyrir innréttingarnar í Öskjuvatni sem er þegar byrjað að setja upp. Og alltaf þetta sé í apríl með rétt. Geymslan til þess. Einhver verði? Nei. Þá er liður 12. Borin upp til samþar. Þeir sem samþykki ekki að nýtti. Þannig er samþykkur samþykki. Liður 13. Samkomulag viðbótarkostnað vegna skólavistar utan lögheimilis sem er afgreitt sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir samkomulagið en orðið er laust. Einhverjast máls, þá borið til samþykktar, er samþykki merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 17, skautbúningur til eignar og varaverslu sem er að afgreitt sérstaklega og þar bókun að bæjarstjórn þakki fyrir veglega gjöf og mun að veita henni viðtöku 19. mars næstkomandi í Hveragerðskirkju og hvetjum alla til að mæta á þann viðburð en orðið er laust. Forseti, mér langaði bara
eins og þú sagðir, að þakka kærlega fyrir þessa verðlaugagjöf og mér finnst að við ættum svona að huga að kannski einhverjum góðum bara staðsetningu fyrir búninginn sem að við getum bara geymt, þannig að hann séu svolítið svona opinn öllum eða svona til sýnis eða þannig. Bara takk kærlega fyrir. Og athugasemdir takk fyrir það, einhver fleiri. Svo ekki þá liður 17 voru til samþykktar. Það er ekki merki, það er samþykkt samhliða og það var fundargerðin öðru leyti til umfjöllunar. Samþykkt svo vel. Forseti, það er liður 16 sem ég langar aðeins að vekja athygli á. Það er byggðamerki Hvergisbæjar og það sem er verið að uppfæra byggðamerki og það er auðvitað ekki verið að breyta merkinu efnislega, þetta er auðvitað verið bara að skerpa hans á litum og útlínum og annað og í því samhengi að þá helst þetta örlítið í hendur við skiltin sem við erum búin að ræða alveg ítrekað í bæjarstjórn við þjóðveginn, Hvergisskiltin. Þannig að bara mjög gleðilegt að það sé búið að uppfæra byggðamerki okkar og ég hlakka mikið til að sjá síðan skilti rísa við bæjarmörkin. Kærar þakkir. Takk fyrir það, Sandra Sigmar. Forseti, já. Sammála þessu, Sandra. Mér langar til þess að fara yfir í lið 7. Taka aðeins til umræðu þjónustukönnum Gallup. Svona kannski aðeins til að byrja með langar mig til þess að bakka örlítið og fara kannski í sögu þessara könnunar á þessu kjörtímabili. Þá við náttúrulega, eins og frægt var, og það var könnunin lögð fyrir 22 á árinu kosningaárinu. Það er svona skemmst frá því að segja að niðurstöður henni voru ekki upp á marga fiska þá og við tókum þetta til umræðu þá og úr varð að næsta ári var könnunin ekki keypt sem okkur þótti svona svolítið skjóta skökku við af því að þessi könnun er náttúrulega hugsuð til þess að auka gæði þjónustu í sveitarfélögum og er keypt að ég held í langflestum sveitarfélögum á Íslandi. Það sem hefur verið að rýna í rauninni þjónustuna og reyna að bæta. Og það sem er kannski mikilvægt að velta fyrir sér í þessu líka er gæði gagnanna. Þegar við erum að velta fyrir okkur svona fyrirkomulagi. Í þessu tilfelli var 161 svar sem lá að baki og við getum alveg velt því fyrir okkur hvort að það séu góð gögn eða ekki. En ég að minnsta kosti ber virðingu fyrir fyrirtækjum eins og Gallup sem að beita góðri aðferðafræði við að safna gögnum og ætla þess vegna að túlka þessa niðurstöðu þannig að það sé hægt að taka mark á þeim. Og þess vegna var ég í rauninni bara pínlítið hissa á bókun bæjarráðs við umfjöllun á þessari könnun. Þar kemur henni fram að heildarniðurstaða könnunar sé mjög ánægjuleg. Og ég bara í rauninni bara algjörlega ósammála þeirri túlkun. Og ég bara get ekki séð alveg nákvæmlega hvað það er sem er ánægjulegt í þessu. Þannig að það eru 5 þættir og 12 sem bara koma undir landsmeðaltali og heilt yfir Hvergisbæjar að taka mjög mikla dýfu í þessum undanförnum 3 árum. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur sem að berum ábyrgð á þessu að við séum ekki að stinga höfðinu í sandinn, heldur séum frekar að velta þið bara fyrir okkur hvað það er sem við getum gert betur, hvernig við getum bætt þjónustuna, af því að það er ekki jákvætt að vera undir landsmeðaltali í flestum þáttum. Og maður getur nefnt bara, og þetta er náttúrulega kunnum við skýringar á þessu með íþróttamannvirkin, en það er ekki gott að við erum sveitarfélag á landinu þar sem er mest óánægja með íþróttamannvirki. Þannig að við getum ekkert lýst ánægju yfir því. Þannig að ég held að við ættum bara svona aðeins að horfa á hlutina eins og þeir eru, kalla eftir því, frekar heldur en að vera með svona, hvað ég segja, fela umræðuna í einhverju svona jákvæðni sem að ákvæðs ekki endilega rétt á sér. En þetta er mín skoðun. Takk fyrir það sem var. Ég held að umræðan í bæjarstjórn hafi verið, bæjarráði hafi verið að það voru allir lífið uppleið nema einn.
Og það er náttúrulega jákvætt sko, en sitt síns hverjum í því. En það er náttúrulega eitt líka að 5% ekki mikið. Það væri gott ef það væri meiri þáttar í þessum samt. Forseti, já, ég tek undir með Halldóri og þar voru, þessi bókun í rauninni bókun bæjarráðs, alveg þvert á pólitíkina, þannig að bara svo það sé sagt, en ég er sammála það að vera að segja að ánægjulegt að allir þættirnir nema eitt sem mældir voru sína stíganda. Ég er alveg sammála því líka að við þurfum auðvitað að rýna til gagns og hvað við getum gert betur og við viljum auðvitað alltaf gera betur. Svo ég fer aðeins söguna líka eins og Bæjarfulltrúi Sigmar nefnir, okkar sýn á þessa könnun hjá Gallup var viðhorfskönnun íbúa og umræðan var svo að það var verið að spurja íbúa bæjarins ákveðna þætti, þjónustuþætti sem væri kannski ekkert endilega þjónustu þegar á því sviði. Þannig að það var umræðan sem fór fram þar. Getum við með einhverjum hætti verið með könnun þar sem við erum og vissulega að kanna hvernig við erum að standa okkur í þessari þjónustu til þeirra sem að þiggja þessa þjónustu. Þannig að það var umræðan og svo var ákveðið núna að við skildum kaupa niðurstöðuna núna og vera með í þetta skipti og núna og við sjáum ekkert eftir því, það er bara flott að sjá þessar niðurstöður en það sem að við langar bara að árétta það að umræðan snerist það að hún mæli kannski ekki endilega ánægju á þeirri þjónustu sem þú ert að upplifa á sveitarfélaginu. En það er kannski bara að við getum kastað því og rætt það með eitthvað hætti, við getum mælt það betur og það er auðvitað líka kannski annar punktur að við getum túlkað gögn á margvíslegan hátt og hvað sem það eru fjölda svarenda eða á hvaða þáttum við viljum einblína á. En ég held að meirihlutinn hafi líka svolítið bara tamið sér það að horfa jákvæðum augum á starfsemi bæjarins og við viljum frekar vera með glasið hálf fullt í staðinn fyrir hálf tómt og okkur finnst það smita út frá sér og þannig að það er svolítið það sem við höfum tamið okkur og þá kannski, já, endurspeglar það þessari bókun sem var svo þverpólitísk. Takk. Takk. Sigmar til fyrst. Forseti, já, ég nefnilega hjó eftir þessu sem þú nefndir, Sandra, að þessi bókun hefur verið þverpólitísk og ég tók samtalið við okkar mann Friðrik það og hann sagði við mig að þar í rauninni þeirri umfjöllunni hefði hann í rauninni bara gjört mistök. Þannig að bara svo það sé sagt, hann var ekki, þó að það sé vissulega fært hann til bókar í bæjarráði, þá endurspeglar það ekki hans skoðun á þessu máli, þvert á móti. En sko, bara aðeins til þess að við förum með þetta, þá er könnuninni ætlað að kanna heildarsýn íbúa að þjónustunni. Og það er alveg rétt sem þú segir, ég tók þessa könnun sjálfur og svaraði það spurningum mína skoðun á þjónustu við fatlað fólk. Ég nýti þá þjónustu ekki, en ég get sem íbúi ígrundað og velti fyrir mér hvort við séum að standa okkur vel í þessum málaflokki. Þó ég sé ekki að nýta hana, ég kannski þekki einhvern sem er að nýta hana, ég kannski sé eitthvað að gerast í samfélaginu sem að veldur þegar ég get myndað með skoðun á því. Og þannig lítur Gallup á þetta. En svo er hitt í þessu sko, mér finnst, ég ætla að kalla þetta eitraða jákvæðni. Vegna þess að sko það að halda fram að allir þættir séu uppleið, séu jákvætt. Það er svona mjög skrítinn túlkun. Og ég get bara, því að við erum nú í körfuboltanum stundum sko, ef að Hamar myndi spila leik við Selfoss núna og tapa með 30 stigum og myndi svo spila aftur í næstu viku og tapa með 29 stigum, væri það góð niðurstaða? Ég velti því fyrir mig. Ég held ekki. Takk fyrir þetta sem var. En auðvitað klárum að gera betur og stefnum á því, þetta verður eðna vel upplið mest. Njörður sem fyrir mann. Forseti, já, þetta er spurning hvernig maður lítur lífið. Ég ákveðum hugum með hvort að maður sé vandamál í mörgum horfum, við setjum hverju mörgum. Sko, og aðeins bara til þess að undirstrika það sem að Sandra kom hérna inn á áðan. Þetta er fyrst og fremst viðhorfskönnun. Þetta er ekki þjónustukönnun í þjónustunni.
Þetta er sem sagt viðhorf hvernig Sigmar telur að þjónusta við fatlað fólki þegar hann svaraði könnun. Ekki endilega að hann hafi upplifað þjónustuna að viti nákvæmlega hvernig það er. Þannig að það er gott að hafa það í huga. Og fyrst við erum að ræða hérna þjónustuna og við viljum væntanlega bæta hafa hana góða, þá er þetta rétt kannski bara að horfa til þess að gera þjónustukannanir hjá notendum. Og þá fáum við nákvæmlega hvað þarf að bæta. En þetta eru samt sem áður skilaboð alveg inn í bæjarkerfið hvar við þurfum að standa okkur betur. Og það er auðvitað jákvætt ef við erum á uppleggis. Það segir sig bara sjálft og það er ekki einu svona að þræta það. Og ég man að þessi könnun hefur verið keypt hér hjá Hvergerðisbæ í mörg ári allavega hjá fyrir meirihluta. Og það var oft umræða könnunina þá. Og ég benti á eitt sem ég man að þáverandi meirihluti tók undir og sérstaklega bæjarstjóri sem var þá. Það raun og veru kannski endurspeglaði stemningunni í bæjarstjórnum hverju tíma. Það er að segja hvernig niðurstöður könnunar voru. Það var góð stemning í bæjarstjórn, gott samstarf, þá skilaði það sér út í samfélagið og fólk upplifði þjónustuna þannig á bænum. Ef það var ekki góð stemning í bæjarstjórn, átök, þá skilaði það sér út í þessa könnun. Og ég held að það geti verið einhver marki rétt. Takk fyrir þetta Njörður. Það er hægt að túlka marga vöru. Aldrei þetta. Já, ég er svona að hugsa yfir fyrst og fremst yfir þessari könnun sem við erum nú bara með alla ýmsu nöfnum. Allavega heitir hún frá Gallup þjónustukönnun. Þannig að, þú veist, ég veit ekki hvort að við erum bara að túlka allt saman eitthvað á sitthvorn, ég veit það ekki, ég skil það ekki alveg. En allavega, þetta liggur fyrir og tölurnar liggja fyrir og okkur finnst rétt að við tökum umræðuna þetta. En að því að þið töluðum að þið eru vel að kaupa núna, þá langar mig að vita, ætlið þið að kaupa á næsta ári? Takk fyrir þetta. Við veit ekki hvað sem er formulega við tekin, en það er alltaf uppleið, þá viljum við alltaf fá aðra könnun. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðu tilhörnir, þetta finnst mér afar skemmtilega. Ég í mínu fyrra lífi hjá Þjóðkirkjunni var þetta árvið séráttgreiðslur þegar Gallup gerði könnunina. Þannig að það var nú legið við þessu þar og ég get náttúrulega sagt ykkur það að þessar tölur nú bara býsna góðar. En það sem ég held að, og þar kannski lærði ég aðeins svona inn á þessi fræði að það maður þurfti að spá og spegla. Og þetta er sannarlega viðhorfskönnun og það er verið að spyrja út í viðhorf til þjónustu bæjarins. Og það er alveg lykilspurningalega bara fyrst, bara til þess að varpa ljós á það. Og ég tók tölvuna með bara þannig að ég sé með þetta alveg á hreinu. Hún er raun og veru samandregin á heildina litið hversu óánægður eða ánægður ertu með sveitarfélagi sem stað til þess að búa á. Og þar er veginn með það úr öllum spurningunum 4,1%. Ef að sveitarfélagin eru öll tekin saman og veginn meðaltal úr samanlið þá er það 4,1%. Þannig að við getum sagt með svona ágæti vissu með við bara, það er úrtak sem að Gallup gefur sér í hverju könnun fyrir sig og þetta er náttúrulega bara húsmælir, þetta er einhver vísbending, að við séum einhvers staðar fyrir miðju, allt í lagi með það. Ég held að við séum öll saman það og ég get alveg sagt ykkur að metnaður minn í mínu starfi er að vera á toppnum. Og til þess að vera á toppnum þá þarftum náttúrulega bara að taka svona mælingar og horfast í augu og sjá hvað það er sem að getur farið betur. Það sem að kallar á mann þegar mann horfir á þessu könnun er að allir þættir einhvers staðar rétt fyrir ofan eða rétt fyrir neðan svona vegið meðaltal sveitarfélaga. Þannig að það er ekkert svona hrópar á mann nema náttúrulega einn þáttur. Og það er náttúrulega það sem dregur okkur mjög mikið í heildar niðurstöður og það eru íþróttamannir. Og það er náttúrulega það sem að ég held að við ættum öll að vera með svolítið fókusuna á. Það er afgerandi niðurstaða í þeim málaflokki og sjáu þið, allavega horfi ég á það þannig að það sem hefur gerst í millitíðinni frá því að síðasta könnun var tekin er að við erum komin með þessa þætti í mjög góðan farveg
og ég held að það sé strax farið að mælast á viðhorfi bæjarbúa. Og ég er alveg tilbúinn að veðja að leggja heilt undir núna að þegar við klárum þessi mannvirki, þá fer þessi þáttur stígandi upp. Þá, ef við stöndum okkur vel í öðrum þjónustuþáttum, þá erum við komin á býsna góðan stað. Þannig ég held að það sé mjög gott að vera svolítið markmiðadrifin og sjá þetta svolítið í lausnum. Þannig að lausnamiðað er þátturinn sem við þurfum að vinna með markvist í, er uppbygging íþróttamannvirkja og það er hafið. Við erum á góðri siglingu með það og þegar það er einhvern veginn farið að bera ávöxt, þá held ég að þessi könnun fari að gefa okkur svolítið bara ekki dómum það að við séum svona einhvers staðar í meðallagi, heldur við erum bara einfaldlega meðal þeirra bestu. Og ég held að Hveragerðisbær hafi fullt tilefni til þess að vera meðal þeirra bestu og mér finnst reyndar, ef ég bara tek íþróttamannvirki út fyrir mengi, ég ætla bara að fullyrða þetta, þá erum við meðal þeirra bestu. En það er verk að vinna í íþróttamannvirkjunum og þar erum við stödd og okkur er vel ágengt þessa daga. Það eru góðu fréttirnar. Og mér langar líka að segja ykkur að kannski misskilningur varðandi þessi könnun er alltaf tekin. Gallup hringir alltaf út. Þannig að það er hægt að kaupa niðurstöðurnar hvenær sem er. Þannig að eins og þið sjáum bara eins og með árið á undan, þá erum við með það til samanburðar. Þannig að hvort við kaupum á næsta ári eða þannast ári, þá er þessar tölur alltaf til staðar og við getum alltaf keypt það þegar við þurfum að fá púlsmæli. Takk fyrir þetta, Pétur. Allir bera til samþykktar. Þau koma í smá stund. Já. Forseti, ég get tekið undir sumt en ekki allt, sko. Mér finnst mikilvægt að nota þessi gögn á hverju ári og rýna til gagns á hverju ári. Ekki láta koma gat sem tekur okkur kannski eitthvað út af sporinu í einhvern smá tíma. Þó að vissulega eins og við sjáum, við fáum 2023 niðurstöðuna með þessari skýrslu núna. Og ég tek undir með Pétri og ég vill að við setjum markið hátt í þessu. Og get í því samhengi bent á, sko, þó að sé ágætt að vera í landsmeðaltalinu 4,1 í þessari fyrstu spurningu, þá vorum við í 4,4 2021. Þá vorum við á toppnum. Við erum ekki þar lengur. Og það er kannski það sem við erum að benda á. Og við viljum komast þangað og mögulega þegar að íþróttamannvirkin eru komin á betri stað, þá verðum við það. Þess vegna er ég að segja, sko, rýnum til gagns en ekki stinga höfðinu í sandinn. Það er það sem ég er að biðja hér. Við erum með bókun sem við ætlum að fá að lesa hér. Með leyfi forseta. Hún er svona. Fulltrúar D-listans lýsa vonbrigðum sínum með niðurstöðu þjónustukönnunar Gallup fyrir árið 2024. Og vissulega megi fagna því að matsþátturinn gæði umhverfis í nágrenni heimilis þíns hafi stigið upp frá árinu 2022, þá var allir aðrir þættir með slaka niðurstöðu. Fulltrúar D-listans telja að Hveragerðisbær eigi að setja markið mun hærra og ætti með réttu að standa fremst á meðal sveitarfélaga þegar kemur að þjónustu við íbúa líkt og niðurstöður síðustu kjörtímabila sýndu. Í samanburði við önnur sveitarfélög kemur Hveragerðisbær ekki vel út og mælist nú undir landsmeðaltal í 5 matsþáttum af 12 í könnuninni. Einnig ber að nefna sláandi niðurstöðu þegar kemur að ánægju íbúa með aðstöðu til íþróttaiðkunar. Í þeim matsþætti skrapar Hveragerðisbær algjörlega botninn, þar sem það 60% íbúa eru óánægðir með aðstöðuna. Meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar hafa á þessu kjörtímabili talað mikið mikilvægi þess að stuðla að barnvænu samfélagi ásamt því að þjónusta við fatlað fólk sé bætt. Niðurstöðu viðkomandi könnunar endurspeglar ekki þá vegferð sem meirihlutinn telur sig vera á í þeim efnum, þar sem aðeins 32% íbúa eru ánægðir með þjónustu við fatlað fólk og 30% eru óánægðir með þjónustu við barnafjölskyldur. Á heildina litið vilja fulltrúar minnihlutans setja stefnuna hærra þegar kemur að þjónustu við íbúa og hafna því alfarið að hér séum að ræða jákvæða niðurstöðu fyrir Hveragerðisbær. Takk fyrir þetta. Ætlum að taka funda hér og við erum svo útsendingum.
Ákvæmt er ég að byggja með flokkur. Já, þá hefum við eftir dagskrá. Umræðinu fundargerð. Það á 6. mars og við erum með bókum og samfélagsgjörður. Forseti. Meirihlutinn bendir á að tölur Gallups sé að jákvæða þróun milli ára í öllum liðum nema einum. Ef tekið er meðaltal niðurstaðna allra þátta er sveitarfélag á pari við önnur sveitarfélög. Við leggjum mikla áherslu á að gera enn betur og það er okkar mat að sú vinna sem er í gangi í Hveragerði þessar mundir sem einhugur ríkir í bæjarstjórn muni enn fremur auka ánægju íbúa. Staðhæfing minnihlutans er því röng og vekur það furðu að annað hljóð er nú í minnihlutanum en var á fundi bæjarráðs í síðustu viku. Meirihlutinn lítur björtum augum á framtíðinni í Hveragerði og við ítrekum að niðurstaðan er jákvæð á milli ára. Þá ætlum ég að bera fundargerðin eftir staðfestingar. Staðfesta fundargerð geðmerki. Það er samhljóða, staðfest, þágöngu við þriðja dagskrárliðar sem er fundargerð menningar, atvinnu og markaðsnefndar frá 10. febrúar. Liðir sem það afgreiða sérstaklega 1, 6, 8 og 9. Og við byrjum á lið 1 sem er fundadagskrár menningar, atvinnu og markaðsnefndar. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir fundadaga nefndarinnar. Það er stjórnarfessur. Bestur. Já, forseti, ég kannski bara áður að leikara haldi bara svo ég skilji þetta rétt að því fannst skjölin á bakvið þennan lið vera svona frekar óljós. Er ég bara að skilja þetta rétt að það sé verið að skipuleggja 10 fundi yfir árið 2025 í þessari nefnd? Kannski að því sé svara fyrst. Já. Fundardagatölum, það tel ég svo vera. Forseti, hérna er verið að taka á þetta eru 4 fundir núna fram að vori og ég man ekki alveg hversu margir þeir voru að hausti til, en við hefum samþykkt fundardagatal frá september fram að vori. Þannig að en ég man ekki nákvæmlega hversu margir þeir eru en það er ekki gert ráð fyrir 10 fundum. En þið kannski leiðréttið mig ef ég fer mér átt mál, en já, takk. Ég kannski þarf að útskýra þetta betur. Já, það er eitthvað Forseti, já, sko, kannski ég hefði kannski mátt skýra þessa fyrirspurn betur. Það stendur 10 fundatímar menningar í skjalinu sem við erum að vinna með. Og í skjalinu eru tilteknir 4 fundir. Nú þegar eru búin að vera 2. Þannig að það er samtals 6 fram að 11. júní. Og ég spyr, er þá gert ráð fyrir 4 í viðbót við lok árs? Þannig að samtals 10 fundum á þessu ári. Og ástæðan fyrir að ég spyr er svo að það hefur verið áralöng hefð fyrir því að hver nefnd hefur fundað 6 sinnum á ári. Þannig að ég velti fyrir mig hvort það sé að verða eitthvað stefnubreyting á því. Þannig að ef ég er að skilja þessi gögn rétt, þá er verið að funda oftar heldur 6 sinnum eða alltaf 10 sinnum. Já, þetta. Ég sé að skjalið heitir 10 fundartímar. Já, einmitt. Nei, það heitir 10 fundartímar menningar. Já, 10 fundir menningar þegar. Já, kannski það. Þetta heitir skan 1, 2, 3. Forseti, já, það hefur verið svona það bil 6 fundartímar. Það hefur þó verið aðeins rokkandi á milli og það fer auðvitað bara eftir því sem er í gangi hverju sinni. Það þyrfti bara að leggja þessa fyrirspurn fyrir formann nefndarinnar, hvernig hún hugsar þessa vinnu ásamt menningar, atvinnu og markaðsfulltrúa. En það sem er verið að auka fundi núna síðast, sem er til afgreiðslu núna eftir, og það er vegna þess að það er verið að gera atvinnustefnu, sameiginlega atvinnustefnu fyrir Árborg og uppsveitirnar, eða sem Flóan afsakið. Þannig að það kemur aukalega þarna inn aðeins. Svo er auðvitað líka búið að vera að fara aðeins yfir eins og við komum inn á áðan byggðamerkið. Þannig að yfirleitt er það bil 6, þó að sé plús og mínus hér og þar. En engin stefnubreyting þar, þannig að það hefur ekki verið tekið ákvörðun neina stefnubreytingu hvað þetta varðar. En bara góð ábending og við bara skoðum þetta. Kærar þakkir. Takk fyrir þetta.
Forseti, já, ég var aðeins hugsa yfir þessu því ég gat ekki túlkað þetta öðruvísi heldur en fyrirspurn okkar sko, þegar ég las þetta. En í framhaldi að þá fór ég svona að skoða þetta og þá fór ég að hugsa hvort það væri orðið sömuleiðis stefnubreyting í fundarsetu, hvort að nefndarmenn megi sitja nefndarfundi í gegnum fjarfundabúnað og fá greitt fyrir það, hvort að það sé breyting af því frá því sem var í samþykktum Öryggisbær. Nei, það er ekki þannig. Ef ég skildi rétt þá var Hrund, sú sem að kynnir byggðamerkið, að hún satt í fjarfundabúnaði þarna og það hefur ekki verið nein stefnubreyting þar og það var bara hún sem satt í fjarfundabúnaði. Ég satt ekki á fund sjálf þannig að ég hef ekki heyrt til þess að einhver annar hafi setið en hún kemur inn á fundin til þess að kynna byggðamerkið. Takk fyrir. Ef svo ekki þá verið þennan lið upp til samþykktar að bæta samþykkis fundardagar til nefndarinnar. Það samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 6, erindi frá hópi listamanna í Hveragerði sem er sérstaklega. Það lagt til að bæjarstjórn samþykkir hafnarbeiðni listamanna að tekið verið á leigu húsnæði við Austurmörk til framleigu en hvetur til samtals mögulegar útfærslur og stuðningi við listafólk sem búsettir í Hveragerði. En orðið er ljós. Engin kveður sér ljós, þá fyrir eftir lið 6 upp til samþykktar þeir sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóðum. Þá er lið 8, bílastæði við Árhólma sem þarf ákveða sérstaklega. Þar er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að vinna málið áfram og skila bæjarráði mögulegum tillögum á útfærslu af gjaldum. Spurning hvort þú viljið fylgja þess aðeins eftir. Forseti, bæjarfulltrúar áður búið tilheyrendur. Hér er svokallar bara vinnuplagg frá starfsmanni nefndarinnar sem er atvinnu-, markaðs- og menningarfulltrúi sem tekur svolítið saman í nokkrar tillögur, tekur greiningu á stöðunni og leggur fram 3 tillögur sem voru til umræðu í nefndinni. Og þetta er margt mjög áhugavert og góð vinna að geta farið ofan í. Eins og ég held að þið þekkið vel flest að það var hóf við gjaldheimtu eða innheimtu bílastæðagjalda við Árhólma 2021. Það er svo sem ég ætla ekki að eyða miklum tíma í það að kannski fara út í það hvernig það hefur verið útfært. Við hefum verið með það í umræðu bæði á þessum vettvangi og hér innan skrifstofunnar hvernig við getum mögulega þróa þessa innheimtu áfram, sérstaklega í ljósi þess að það er stórfelld uppbygging á svæðinu sem við erum hluti af samkomulagi. Þannig að það er mjög áhugavert að skoða þessar 3 sviðsmyndir sem eru lagðar til. Ef ég bara stikla stóru þá er ein sviðsmyndi, fyrsta sviðsmyndi svo að halda óbreyttu fyrirkomulagi en taka afstöðu til gjaldskrárinnar, má segja. Tillaga 2 myndi þá fara svona bil beggja og vera þá í samstarfi, betra samstarfi við fagaðila sem er að sinna svona innheimtu og svona þjónustu. Og í raun og veru 3. tillagan sviðsmyndi myndi þá kannski fara alla leiðina. Og við getum bara séð það, ég ætla ekki að opinbera það hér, en það stendur í svona áætlaður ávinningur af þessum leiðum og þetta er náttúrulega bara áætlun, þetta er mat á aðstæðum. Þannig að ég held að sé allra virði vert að halda áfram þessari vinnu og komast að einhverju skynsamlegri niðurstöðu síðan sem verður þá lögð fyrir bæjarstjórn sem þeir tekur endanlega afstöðu til. En ég ætla samt bara að kannski bara birta upp stóru myndina og hún er svo að Árhólmar eru í gríðarlegum vexti, atvinnuþróunarvexti og það er bara mjög eðlilegt að þegar það er svona mikill vöxtur á svæðinu þá er bara þróunin mjög kvik þannig að það sem við lagðum upp með 2021 sem bara vísir af því sem við erum kannski að horfa fram á núna og vísir af því sem við erum að horfa til framtíðar með að það er þá einhver byrjun og svo þurfum við bara alltaf að vera vakandi yfir þjónustunni og athuga hvort að við getum mögulega gert betur bætt og
Og mér finnst þessi samantekt starfsmannsins og ég sé að það hefur verið góð umræða í nefndinni, bara mjög góður grunnur til þess að byggja á, til þess að halda áfram með. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Pétur. Við ætlum einhver niðurstöðu inn í bæjarráð. Halda, Já, forseti, ég fagna þessu. Við erum búin að vera að vekja máls á þessu núna síðustu að verða 3 árin að fylgjast með gjaldtökunni af því að hún hefur ekki verið alveg eins og hún gæti verið best, skulum við segja. Og þar þykir okkur vera sko mál að bæta þá og rýnum þar til gagns til þess að bæta einmitt. Talandi um það og þá vil ég minna á að það var samþykkt í bæjarráði fyrir 2 árum á fyrsta bæjarráðsfundi hvers mánaðar væri alltaf tekið fyrir bílastæðasjóðurinn. Þannig að það hefur ekki gengið eftir. En ég fagnaði sérstaklega það sem við að skoða þetta vegna þess að upphaflega þá var farin þessi leið til þess að hagnaður þess sem kemur inn á bílastæðasjóðunum hann fær í uppbyggingu upp í dag og fjármagnið ávallt eyrnamerkt því. Þannig að ég bara vonast til frekari uppbygginga í bráð. Takk fyrir þetta. Þá byrja ég líða 8 bílastæði áfram að samþykktar. Þeir sem samþykja ekki að merki. Það sem samþykkt samhljóða. Þá tökum við lið 9, barnamenning sem er alveg sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að fela bæjarstjóra að taka upp samtal við forstöðumenn stofnana bæjarins varðandi mögulega þátttöku þeirra í barnamenningarhátíð. Farðu lausnir þennan lið. Forseti, mig langar bara að fagna þessu góða erindi frá íbúa Hvergisbæjar. Það er frábært og vona bara að stofnanir bæjarins taka mjög vel í þetta og við getum bara búið til eitthvað sem verður bara árleg hefð hjá okkur. Hvað sem það er yfir vikutímabili eða heilan mánuð að það verði eitthvað svona bara menning hjá okkur. Við bara finnst það frábært. Takk. Flott, takk fyrir það. Það er laust. Ef ekki, þá fer ég lið 9 til samþykktar. Þeir samþykkja merki, það er samþykkt samhljóða. Yfir þá fundargerðin menningarátur og markaðsnefndar frá 10. febrúar til umræðu. Það er leiti. Engin til þessi hljóðs, þá byrjir fundargerð upp til staðfestingar til staðfesta fundargerð merki og staðfest samhljóð. Þá er liðið 4 fundargerð menningarátur og markaðsnefndar frá 18. febrúar. Það er fundargerðin sjálf til umræðu. Engin til þessi hljóðs, þá byrjum við fundargerð upp til staðfestingar til staðfesta fundargerð merki. Það er staðfest samhljóða. Þá er fundargerð fasteignafélag Hveragerðis EHF frá 13. febrúar. Það er til umræðu fundargerðin. Engin til hljóðs, þá byrjum við til staðfestingar. Þessi staðfesta fundargerð gefur merki og staðfest samhljóða. Þá er liður 6 fundargerð samráðshóp málefni fatlaðs fólks frá 27. febrúar 2025. Það er fundargerðin til umræðu. Samrækjusvöld. Forseti. Mér langar bara að koma hér fram og bara lýsa ánægju minni yfir þessum samráðshóp. Og það er kannski líka gaman að segja frá því að það sem ég sit í stjórn Bergessons þá var til umræðu á síðasta fundi stjórnar Bergessons þar sem Bergesson er að leggja til við sveitarfélög að stofna samráðshópa líkt og þannig og þar er Hvergisbæjar eina sveitarfélagið sem er komið með þennan samráðshóp á Ídafjörður sem er mjög ánægjulegt að segja frá. Þannig að eins og öll ný verkefni þá þurfum við aðeins að pússa sig og slípast til og ég tel að samráðshópurinn sé komin í mjög góðan stað. Þetta eru frábærir einstaklingar sem þarna sitja og mér langar samt kannski líka bara því nú erum við með þennan vettvang til umræðu og svona kasta því hér fram og kannski að beina til starfsmann sem heldur utan þennan samráðshóp að í rauninni byggingarnefnd sem er að ræða uppbyggingu íþróttamannvirkja að þessi hópur fá svolítið að koma því þannig við séum með alla borðinu þar að það sé hugað vel upp á aðgengi
og annað slíkt. Þannig að mér langar svolítið bara svona að leggja það til og kannski að bæjarstjóri hói saman þessa tvo hópa og þar sem allir fá að koma að borðinu og séu verið að huga vel að öllum aðgengismálum. Já, takk. Takk fyrir það, Sandra. Sigmundur. Já, forseti, ég nú sé mig knúið til þess að svara þessu, því við erum nú verið kannski stundum að setja svolítið spurningamerki við þennan hóp og kannski fyrst að benda á að það eru til reglugerðir aðgengi fatlaðs fólks inn í íþróttmannvirki. Og ég held að þetta alveg vera nóg að fara bara eftir þeim við byggingu slíkara mannvirkja til þess að þeir hlutir séu í lagi. Þannig að því mér finnst stundum eins og við séum að flækja hlutina, búa til kerfi inn í kerfinu sem að kosta kannski peninga og hægja á hlutunum fyrir okkur. En tek undir margt sem þú segir, það er afbragðs fólk þarna, en stundum flækjum við hlutina með því að þegar við erum kannski að reyna einfalda á það. Það sem var Forseti, við erum kannski bara að benda á það sama. Ég held að samráð við þennan hóp, notendaráð, hóp samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Ég held að það mitt mat og við getum kannski bara verið ósammála, sammála að vera ósammála, að mér finnst mjög mikilvægt að þessi einstaklingar komi að borðinu og fái að segja sína skoðun og sín sjónarmið. Og að vissulega verið að fara eftir öllum byggingarreglugerðum og allt og það er auðvitað til allt með aðgengismál þar. En kannski hef ég ekki sagt þetta nógu komið svo nógu skýrt frá mér. Mér finnst mikilvægt að þessi hópur fái að koma að og skoða og taka samtali, alveg svo við taka samtali við íþróttahreyfinguna, við frístundamiðstöðina og skólann og allt það. Þá er þetta mjög góður vettvangur og við viljum að íbúum sé umhugað þjónustuna og það sem við erum að gera hér. Þannig að en við getum verið sammála að vera ósammála þarna. Það er bara allt í góðu. Takk. Takk fyrir það, Sandra. Björn, getur svo vel. Það er kannski aðeins koma inn á Sam og Sandra var hér með. En það er auðvitað ástæða fyrir því að slíkur samráðshópur er settur á stofn og það er verið að hvetja til að slíkir samráðshópar séu settur á stofn í öllum sveitarfélögum landsins. Það er vegna þess að þessi hópur hefur ekki fengið áheyrn varðandi sín mál þó að lög eða reglugerði segi til tiltekin réttindi. Þannig að það er gífurlega mikilvægt að þessi hópur hafi rödd inn í sveitarfélagið og þetta er ein leið til þess. Og það er auðvitað pólitísk ákvörðun að ákveða að til dæmis að leggja fram tillögu að leggja niður samráðshópinn eins og var hér í nóvember. Það er pólitísk ákvörðun. Og það er pólitísk ákvörðun líka okkar meirihlutans að setja samráðshóp á stofn til þess að þessi hópur hafi enga rödd sín mál sem hann hefur endilega ekki, og þá á ekki bara með Hvergilsbæ, heldur bara kerfið í heild, fengið áheyrn. Ég ætla líka að nefna áttum mjög góðan fund, öllum bæjarfulltrúum og samráðshópnum var boðið á fund með Öryrkjabandalagi Íslands 27. febrúar og við mættum inn á nokkrir bæjarfulltrúar og samráðshópurinn áttum mjög góðan fund með Öryrkjabandalaginu og það var svona mjög gott, og ég sakna þess að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins voru ekki þar, það var mjög gott fyrir okkur bæjarfulltrúana að hitta þessi hagsmunasamtök og heyra hvað brennur á þetta. Takk fyrir þetta, Njörður. Eigum ekki að svo vel. Forseti, bara fyrirgefðu, Njörður, mér finnst mjög alvarlegt ef að þú kemur hér í pontu og ert beinlínis að ásaka okkur að rödd þessa fólks skipti ekki máli. Þegar við tókum umræðana, til dæmis þegar við lögðum til að leggja þennan samráðshóp niður, þá lögðum við líka til aðrar leiðir til þess að eiga samráð. Þannig að þetta er algjörlega fáránlegt að koma hér upp og mála okkur upp sem einhvern á móti samráði gagnvart fötluðu fólki. Það vildi svo til að okkar fulltrúar voru, ég held, annar erlendis og annar upptekinn við vinnu þegar þessi fundur var og það var enginn að gefa skít í hann ef það hafði svo að gefa skýning. Takk fyrir þetta, Njörður.
Forseti, það er kannski ágætt bara að hlusta á það sem að ræðumaður segir en ekki lesa milli línanna. Ég sagði að það væri pólitísk ákvörðun að leggja fram tillögu að leggja niður samráðshópinn. Það er pólitísk ákvörðun. Og það er líka pólitísk ákvörðun hjá okkur að koma samráðshópnum á fót. Og það er augljóslega verið að hvetja öll sveitarfélög til þess að fara sömu leið. Og ég á von á því að þau munu öll saman gera það. Þannig að við erum kannski fyrst til þess, sem er mjög ánægilegt. Þannig að að gera að hlusta á það sem ræðumaður segir í staðinn fyrir að geta í einu. Takk, Ökunilur. Þá ber ég fundargerð til staðfestingar. Þessi staðfestingar líka merkingu, staðfest samkvæða. Þá förum við í lið 7, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar 4. mars 2025. Það eru liðir afgreidd sérstaklega 1, 3, 4, 5, 7 og 9. Og við byrjum á lið 1. Það er etisbréf skipulags- og umhverfisnefndar breyting. Það er ákveðið sérstaklega að það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu að breytingu etisbréfs skipulags- og umhverfisnefndar en orðið er laust að hann. Englkvæðis ljós, þá ber ég þannig liður til samþykktar, sem það ekki er merki, hann stendur samtíða. Þá er liður 3, deiluskipulag Ás, Grundarsvæðis og Hverahlíðar sem frábæri sérstaklega. Það er lið 3, það er deiluskipulagsbreyting Ás og Grundarsvæðis vegna Hverahlíðar sem frábæri sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að framlengja frest til athugasemda við tillögu að deiluskipulagsbreytingu fyrir Ás og Grundarsvæði í Hveragerði sem auglýst var þann 13. janúar til 13. febrúar síðastliðinn. 2 vikur eða frá 14. mars til 28. mars 2025. Það er laust. Engin breyðs í hljós og ber ég þennan liður til samþykktar, samþykkja ekki að merki. Hann er samþykktur þá. Anna? Já, ég kom inn hjá. Þá það liður 4, það er leikskóli Óskalands deiluskipulagsbreyting vegna umferðaröryggis og bílastæða sem er afgreidd sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir óverulega breytingu á deiluskipulagi við réttarheiði við leikskólann Óskaland samkvæmt 2. málsgrein 1. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 án grenndarkynningar samkvæmt 3. málsgrein 44. grein sömu laga þar sem breytingin varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins. Orðið laust, það er lið, aldrei ekki svöl. Já, forseti. Ég er alveg verulega ánægð með þessa breytingu því að ég sé strax að ég hef keyrt svolítið þarna núna og það er bara talsverð hætta þarna berg þegar það er verið að skutla og sækja og stór hluti vetrarins er dimmur hjá okkur í ofanálag og börnin eru snögg. Þannig að þeir sem kannski eru að sækja 5 börn eða fleiri en 1 barn eða fullt í fangi með að passa upp á að allt sé eins og á að vera. Hins vegar þá var ég að hugsa þegar ég skoðaði þessa mynd og hef svo sem nefnt áður hvort að bílastæðin fyrir neðan því að nú þarf þetta að ganga inn sem sagt sunnan megin inn í nýju bygginguna með börnin hvort að það hefði létt dálítið á ef það hefði verið fleiri stæði fyrir neðan. Þannig að ég er svona bara aðeins að opna það af því að þetta er dálítið þung umferð þarna Finnmarkina. En takk. Takk fyrir þetta. Kannski áverst orðið við dimm kvöld og lýsinguna, það tryggja að séu náttúrulega kannski með lýsingarna þegar sem hefur vitað tím. Eitthvað sem þetta skoða? Já, ég tek undir með bæjarfulltrúa Öldu að það er mjög ánægjulegt að sjá þessa breytingu og það sem var lagt áherslu á þarna var inn- og útflæði að sé svona að því ég býð þarna og keyri fram hjá mótnana þegar það er allir á leið með börnin í leikskóla og það er mikil umferðarteppa þannig að þetta verður bara mjög gott þegar þetta er komið í þessa breytingu. Ef ég skil þér rétt, alltaf þarf að tala réttarheiðsmegin að bæta við bílastæðum meðfram sömu bænum.
Já, bara mjög góð punktur og þetta er allavega það sem við erum að leggja til núna og það er að gera að vera vakandi og við þurfum að vera vakandi og skoða hvort við þurfum að bregðast við meira og setja fleiri bílastæði. Þannig ég held að það sé bara mjög góð umræða sem við þurfum að halda á lofti. Þannig að bara mjög góð punktur. Takk. Takk fyrir það, Sandra. Ekki Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Þetta er alveg frábær umræða og takk fyrir að vekja athygli á þessu alltaf því að þetta skipti geysilega miklu máli í þessari heildarframkvæmd sem við erum í núna með viðbygginguna á Óskalandi og rýna svolítið stöðunni í leiðinni varðandi það sem þarf að vinnast betur sem var fyrir. Og það hefur verið viðverandi umferðarteppa við Óskaland, það er bara staðreynd. Og mótnarnir ansið þungir. Og það skapast bara hættu ástand vil ég kalla þegar bílar á rauninni farin að teygja sig út á stoppveginn eða við getum kallað þessu svo út af bílastæðinu og markmið með því að auka bílastæði núna þar megin, norðan megin, ef við getum kallað vestan norðan megin, ég veit það ekki. Hérna einhvers staðar. Sunnan megin. Já, nú er ég alveg ákveðið og þá er ég endanlega týndur. Allavega, ég held að við vitum hvað við erum að tala um það sem bílastæðin eru nú í dag. Það er mjög mikilvægt að auka við bílastæðina vegna þess að það er einfaldlega bara fjölgar börnum þarna og fjölgar og eykst í umferðina. Það er líka mjög mikilvægt að við útfærum þetta nægilega vel þannig að það sé gott flæði á þessu bílastæði. Þannig að við getum svolítið fengið betri stýringu á umferðarþunganum yfir álagstíman sem eru mótnar og síðan svona þegar komið að því að sækja seinnipartinn. Mig langar líka að minnast á bílastæðin hinum megin við þar sem í raun veru nýji inngangurinn við Óskaland verður. Þar er gert ráð fyrir bílastæðum meðfram. Það er mat nefndarinnar og skipulagsfulltrúa að gatan í dag sé nægilega breið til þess og hægt sé að leggja eða gera ráð fyrir bílastæðum sem reyndar að koma síðan aðeins upp í gangstéttina og taka þá kannski ekki það mikið rými af veginum sjálfum meðfram. En að því þetta er íbúagata og þetta er mjög viðkvæm íbúagata þá held ég að það hafi verið dálítið mikið til grundvallar að reyna að takmarka bílastæðin þar þannig að þetta sé meiri skammtíma bílastæði til þess að tappa af umferðinni eða sem sagt tappa af þeim sem eru bara einfaldlega að skjótast inn með börnin og út aftur en svona langtíma bílastæðin nái þá að vera hinum megin. Ég held að það hefði svona verið ég held að það hefði verið sjónarmið af því að þetta er náttúrulega, eins og ég segi aftur, þetta er íbúagata, þetta búa íbúar og ég held að sé alveg ríkt tilefni til þess, ég ætla bara að ávarpa í þennan fund að þó svo sem afgreiðum þessum hætti að við fundum með íbúarum og skýrum aðeins betur út hvaða breytingar þetta eru og hvernig við ætlum að útfæra þetta. Ég held að það sé skynsamlegasta leiðin til þess að allir séu sáttir. En stóra myndin er þessi að nú erum við bara einfaldlega að klára viðbygginguna, það er að aukast við umferðina, það er að aukast barnafjöldin og það er bara, þú veist, svæðið er í vexti og við þurfum einhvern veginn að ná saman svolítið öll þessi mál og þetta er angi af því. En ég nefni þetta verðandi bæði bílastæðin hinum megin, af því það er svolítið það sem er til afgreiðslu líka. Takk fyrir þetta. Eins og Mér langar bara að nefna það að við hugsum þessi sleppistæði þannig að við getum ekki miðað þetta við bara venjulega sleppistæði eins og þetta er hjá grunnskólanum og þetta er sleppistæði hugsum fyrir leikskólabörn og það tekur alltaf miklu lengri tíma. Þetta eru í það mesta 10 minna, 15 minna prósess sem það tekur að fara með barnið út úr bílnum, fara með það inn. Þannig að við verðum að taka það inn í myndina. Þetta er ekki eins og við getum gert fyrir grunnskólan að sleppa bara barnið út. Takk fyrir það. Mér finnst þetta mjög góðar umræður. Það er sjálfsagt að við náum svona, faglegri ígrundun á það sem við erum að gera hérna. Og ég held að punkturinn sem allir kom með núna hafi verið svolítið mikilvægt vegna þess að eins og staðan er, eða staðan verður, kannski við byrjum á þessu nýja bílastæði sem við verið að breyta, eða gamla bílastæðinu sem við verið að breyta, þá er sú breyting gríðarlega góð.
af því hún eykur umferðaröryggi og mér finnst í rauninni bara fáránlegt að við varum ekki löngu búin að gera þetta sko. Þó að það er ekki komið til þessar viðbyggingar. En hitt er svo aftur á annað mál að börnin sem að, eða foreldrar og börn sem að koma til að nýta sér viðbygginguna, þau eru ekki að fara að leggja á því bílastæði, þau eru að fara að leggja Hraunbæjarmegin. Það er alveg öruggt af því að það er ansi langur kafli sem þú þarft að labba hringinn í kringum húsið til þess að komast þar inn ef þú leggur þarna ofanverðu. Og ég held að ég fari með rétt mál að það séu 70 eða 80 börn í þessari viðbyggingu þegar hún er svona fullu komin í notkun en bílastæðin eru 10. Og einmitt það sem Atli nefnir, sko, maður getur verið, ég er nú sjálfur skutla nokkrum sinnum á leikskóla, ég veit alveg hvað það tekur, getur stundum tekið langan tíma. Þannig að það er augljóst mál að það verður kraðak að bílum hana og þess vegna finnst mér þetta góð ábending hjá Öldu að við ættum að horfa til þess að velta fyrir ykkur hvort og þá hvað sé hægt að gera. Þetta hefur við reyndar sagt held ég frá upphafi áður okkur af bílastæðum. En fyrst við erum að tala um þessi mál, þá langar mig að spyrja, af því að það er mánuður síðan ég spurði síðast, hvað er að frétta af viðbyggingunni? Við töluðum síðast að fengum þau svör að hún væri komin í gagn í maí, júní, þannig að bara nýjustu fréttir, svo myndi segja. Þessi Mars. Og já, forseti bæjarfulltrúar, það eru góðir tilheyrendur. Takk fyrir spurninguna, það er gott að geta komið inn á þetta. Það sem liggur fyrir bæjarráði núna 20. mars, næstkomandi 5. dag eru verkfundagerðirnar sem hafa verið núna og þar mun koma fram að það er bara mjög góður gangur á verkinu og þar mun koma fram uppfærð tímaáætlun og á þess að ég uppljóstri það eitthvað sérstaklega, það eru engar sérstaklega breytingar frá því sem hefur verið talað um. Þannig og það er bara mjög jákvætt. Það er líka mjög jákvætt að við fáum þarna í hendurnar bráðum skýrslu frá verki sem hefur tekið út húsi líka eins og við höfum rætt um og það verða líka ákveðin viðbrögð eflufyrirgefið, ég segi stundum verkis þegar á að vera efla og öfugt. Eflu skal að vera vegna þess að við höfum verið mjög ákveðin með það að við erum að fara að taka við viðbyggingu sem er í toppstandi og það þarf að taka hana út og það þarf að sjá til þess að það sem að Efla hefur bent á hafi verið afgreitt. Þessu samhliða að þá tel ég að við getum verið að fara að taka bygginguna í gagni á þeim tíma sem við höfum rætt en það kemur betur ljós í þessari verkfundagerð. Ég læt mig dreyma og ég ætla bara að segja það við ykkur hérna að við séum svona búin að ganga frá öllum lausum endum í maí. Það er svona það sem ég stefna og að því ég held að það sé sameiginlegt markmið okkar allra og það er náttúrulega það sem að foreldrar horfa til og svona með við það sem að við höfum upplifað í þessum gangi mála þá vil ég meina að það er bara svona nokkuð bjartið verkefninu núna og mikill gangur og mikill sláttur, svo ég segi, að sem heyrist frá nýju viðbyggingunum þessa dagana og lóðin er í fullum framkvæmdum og eins og við komum inn á fyrr á fundunum og þá eru innréttingarnar núna að byrja að rísa aftur. Við erum að leigja þarna við erum í skammtímaleigu í Vorsabænum, geymdum innréttingarnar þar í ákveðin tíma með við vorum að bíða þetta færis og nú er það að klárast allt saman, þannig að það horfir bara bjart við, vil ég meina. Þannig að bara takk fyrir fyrirspurninguna. Takk fyrir þetta. Þá byrði lið 4, ljósklán, deiliskipsbreyting og umhverfisöryggis og bílastæða, eftir samþykktar í samhengi við merki og þess samþykkt samhliða. Þá er liðið 5, Öxl óskum að hefja deiliskipulagsvinnu samhliða yfirstandandi aðalskipulagsvinnu hjá Öxl sérstaklega. Þar er lagt til að bæjarstjórn taki vel í tillögur landeiganda um að hann vinni sjálfur deiliskipulag fyrir uppbyggingarsvæðið Öxl 1-6 með vísan til 38. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Samkvæmt 38. grein skipulagslaga ber landeigandi að skila inn skipulagslýsingu samhliða beiðni til bæjarstjórnar heimild til að vinna tillögu að aðalskipulagi. Bæjarstjórn tekur
undir bókun skipulags- og umhverfisnefndar að vinna skuli skipulagsvinna í samráði við skipulagsfulltrúa og áherslu þær sem fram koma í yfirstandandi vinnu við nýtt aðalskipulag Hveragerðisbæjar. Þegar skipulagsyfirlýsingin tilbúin mun fara til umfjöllunar í skipulags- og umhverfisnefndar þar sem fjallar skipulagslýsingun áður en bæjarstjórn getur tekið afstöðu til tillögu að vinnslu deiliskipulagsins. Bæjarstjórn samþykkir einnig að fela bæjarstjóra að taka upp viðræður við landeigendur framtíðarskipulag svæðisins, kostnaðarskiptingu og fjármögnun sem ber erindi landeigenda þar sem óskað eftir samtali og samvinnu framtíðarstefnu svæðisins. Orðið laust. Samfélagið. Forseti. Mér finnst þetta bara einstaklega áhugavert og skemmtilegt erindi og verkefni. Og í aðalskipulagsvinnunni erum við tókum á því síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem við vorum að setja framtíðarbyggingarland inn í aðalskipulagsvinnuna og þá vorum við að tala bæði Sólborgarlandið og landið hér fyrir neðan veg. Og þannig að ég hlakka bara til að vinna þetta í samvinnu með bæjarstjórn og skipulags- og umhverfisnefnd og þetta er gríðarlega skemmtilegt verkefni og þannig að ég bara hlakka til að vinna áfram með ykkur hérna. Takk. Takk fyrir það. Ef ekki, þá er liðið til samþykktar og þeir sem samþykkja merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það liðið 7. Samstarfi uppbyggingu leiguíbúða sem afgreidd sérstaklega. Það lagt til að bæjarstjórn samþykkir að gera ráð fyrir lóð fyrir íbúðarfélagið Bjarg í Raðhúsum, deiliskipulagsvinnu á svæðið IB4, gróðmörk sem bæjarstjórn samþykkir að ráðast í á fundi sínum þann 13. febrúar. Bjóða félaginu lóðina formlega. Orðið laust. Forseti, langaði bara að koma hér upp og fagna því að málið sé komið þennan farveg. Og það var mikilvægt verkefni. Bjarg á held við nú þegar 10 íbúðir hér í bænum, í Kambalandinu. Og mjög ánægilegt að það sé verið að byggja fleiri íbúðir hér í bæ af fasteignafélagi sem rekið án hagnaðarsjónarmiða. Við höfum líka inni hjá okkur erindi frá byggingarsjóði námsmanna og ég vænti þess að það fari í svipaðan farveg á næstunni. Þannig að þetta svona hluti af áherslu meirihlutans á kjörtímabilinu, það sé fjölbreyttir búsetukostir, það sé líka þessar leiguíbúðir fyrir tekjulægri einstaklinga ásamt því að byggja upp félagslegt húsnæði og svo auðvitað fyrir námsmenn sem kom nýtt inn í húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar. Í fyrstu húsnæðisáætlun sem þessi meirihluti tók fyrir þá settum við það markmið að hér kæmi námsmannaíbúðir og strax nokkrum mánuðum síðar barst erindi frá byggingafélagi námsmanna. Þannig að þetta er mjög ánægilegt allt saman. Takk fyrir þetta, Njálfur. Ef ekki þá byrja þeim lið 7, samstarfi uppbyggingu leiguíbúða til samþykktar til samþykkt merki, samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 9. Það er umsagnarbeiðni vegna ákvörðunar matsskyldu framkvæmdar First Water sem er afgreidd sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn teki undir niðurstöðu innsendra umsagnar umhverfisfulltrúa og skipulagsfulltrúa frá 18. febrúar 2025 að framkvæmd First Water við seiðaeldisstöð í Öxnarlæk í Hveragerðisbæ þurfi ekki að fara í mat og umhverfisáhrif. Tekur bæjarstjórn einnig undir þá niðurstöðu að leita ætti til veiðifélaga Varmár og Þorleifslækjar vegna málsins þar sem land- og veiðiréttareigendur eiga mikla hagsmuna að gæta þegar kemur fiskeldi við Varmár. Orðið laust lið. Einhversu ljós, það byrjir 9 til samþykkt til samþykkja merki og það er samþykkt samhljóða. Þá fundargerðin öðru leyti til umræðu. Engin hversu ljós og þá ber ég fundargerðin upp til staðfestingar til þess að staðfesta fundargerð gefa merki. Næsta samhljóða, þá fyrir við í lið 8, fundargerð öldungaráðs og 10. mars 2025. Það er fundargerðin til umræðu. Engin hversu ljós, þá ber ég fundargerðin upp til staðfestingar til þess að gefa merki staðfesta og staðfest samhljóða. Þá er tillaga að Húsverndarsjóði. Lögðu fram tillaga Njarðar Sigurðssonar að stofnun Húsverndarsjóðs og það er lagt til að bæjarstjórn tekur jákvætt til tillöguna og vísar að fela bæjarstjóra nánari útfærslu úthlutunarreglu sjóðsins og vísar tillögunum til umfjöllunar í menningar, atvinnu og markaðsnefnd, skipulags- og umhverfisnefnd og afmælisnefnd
bæjarins, en Njörður vill kannski koma upp og útskýra þetta aðeins nánar. Forseti, já, hérna liggur fyrir tillaga stofnun Húsverndarsjóðs sem langar bara að lesa tillöguna og greinargerðina. Svo kannski fara aðeins svona skýra þetta aðeins með nokkrum orðum hér áfram að halda. Undirritað leggur til að Hveragerðisbær stofni til Húsverndarsjóðs sem hefur það markmið að vernda, viðhalda og efla byggingararfleifð sveitarfélagsins. Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga, félagasamtaka og fyrirtækja til að stuðla að endurgerð eða viðgerðum á mannvirkjum sem hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða menningarsögulegum ástæðum. Lagt til að tillögunni verði vísað í afmælisdag bæjarins. Hér er önnur tillaga sem bara fín. Til umfjöllunar og stofnun sjóðsins getur orðið á 80 ára afmæli Hveragerðisbæjar árið 2026. Greinargerðin sem segir Hveragerðishreppur var stofnaður árið 1946 en elsta hús bæjarins var byggt árið 1929. Því styttist í að elstu hús bæjarins nái 100 ára aldri. Með stofnun Húsverndarsjóðs lagður grunnur að markvissri stefnu í varðveislu byggingararfs bæjarins. Slík stefna myndi hvetja eigendur til að halda við eldri húsum, stuðla að varðveislu upprunalegra sérkenna þeirra og auka viðurkenningu á menningarsögulegu gildi byggðarinnar. Þannig mætti tryggja að söguleg byggð Hveragerðis héldi sér fyrir komandi kynslóðir. Í nokkrum sveitarfélögum hér á landi má finna fyrirmyndir að Húsverndarsjóðum, til dæmis hjá Reykjavíkurborg og Hafnarfjarðarbæ. Í síðustu úthlutun Húsverndarsjóðs Hafnarfjarðar árið 2024 voru veittir 6 styrkir að upphæð frá 100 til 500.000 krónum hver. Heildarúthlutun ársins nam 2 milljónum króna. Með stofnun Húsverndarsjóðs í Hveragerði verði tryggt að sveitarfélagið leggi sitt af mörkum til að styðja við eigendur sögulegra bygginga og viðhalda sérkennum bæjarins til framtíðar. Og þessi hugmynd, hún varð í raun og veru til í samtali við einn af íbúum bæjarins sem býr í einu af elstu húsum Hveragerðis, held ég byggt árið 1931. Þá var hann að spyrja hvort það væri einhvers konar slíki styrki til þeirra sem var að gera upp húsin sín. Og þá fór ég að kanna máli, leita upplýsingar meðal annars í Hafnarfirði og ákvað að leggja þetta til og tengja þetta afmælisárinu á næsta ári. Það styttist, eins og kemur fram í greinargerðinni, styttist í að elstu húsin verði hér 100 ára. Og ég held að við flest vitum hversu mikilvægt er að halda við gömlu húsum. Þetta er ekki verið að tala öll húsin hér í bæ, en allavega þeir sem eru einkennandi og mikilvæg fyrir sögu bæjarins og það eykur bara lífsgæði íbúa að geta notið slíks hverfis eða slíkra húsa. Og hér er ekki heldur verið að tala mjög háar upphæðir í styrki. Þið sjáu að í Hafnarfirði þetta 2 milljónir krónur á ári og þar búa rúmlega 31.000 manns. En þetta er kannski raun og veru út frá sjónarhorni bæjarins að þetta er kannski viðurkenning á að einstaklingar, félagasamtök og fyrirtæki vilja halda við húsunum sínum og koma þeim í upprunalegt form. Og ég held að þetta stundum geti svona styrkur skipt sköpum. Spurning hvort að þú náir að kaupa klæðningu á húsið, upprunalega klæðningu eða svona eins og húsið var upprunalega gert eða kaupið sten í klæðninguna, skiljiði. Þannig að það getur munað þetta. Þannig að ég er ákveðið tillaga að vísa þessu í þessar nefndir og kanna hvernig hægt er að koma þessu fyrir og ég held að það sé bara mjög gott. Takk fyrir þetta Njörður. Fyrir fleiri. Markvæsverð. Forseti, já. Ég held reyndar að sten í klæðning sé ekki fáanleg lengur. En það er gott. Enda voru þær ljótar. En sko, já, við okkur í D-listanum, við erum ekki á móti öndun húsa eða neitt slíkt, en okkur líst samt ekki sérstaklega vel á þessa tillögu og það er einfaldlega vegna þess að okkur finnst að með þessu eins og svo mörgu öðru séum við að búa okkur til fleiri kerfi inn í kerfinu og flækja málin fyrir okkur. Það er starfandi stofnun sem heitir Húsafriðunarsjóður og hlutverk hans er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og friðara húsa og mannvirkja. Ég veit ekki betur heldur en að hann starfi bara vel og sinni sínu skyldu vel og svo finnst mér líka, allavega fyrir mitt leyti, mjög óábyrgt af mér að samþykkja eitthvað sem ég veit ekkert hvað kostar.
og ég sé alveg, auðvitað, Njörður talar hóflega styrki en ég þarf að fá að heyra hvert framlagið árlega, hvernig útfærslan, verið að búa til nefnd, enn eina nefndina sem þarf þá að fjalla umsóknir, hvað kostar að vera með þá nefnd og svo framvegis. Þannig að mér finnst væri mjög óábyrgt af mér að samþykkja fjárútlát sem ég veit ekki hversu umfangsmikil eru og sérstaklega á tímum af því að fara með fjármuni bæjarins snýst að mínu viti oftast forgangsröðun. Við vitum alveg að við sitjum ekkert í fullum fjárhirslum hér, þannig að við þurfum að forgangsraða í hvað við setjum peningana og þegar við komum ekki börnunum í leikskóla og ekki í íþróttir, þá finnst mér við ættum að geyma gæluverkefni sem þetta, en ég er ekki að segja með því að þetta sé slæm hugmynd, en ég held að sé ekki tímabær núna. Takk fyrir þetta, Sigmars. En í bókunni sem ég las upp á þá erum við að taka jákvæða tillögun og fela bæjarstjóra útfæruna nánar og setja þetta í 2 nefndir. Það fer náttúrulega líflega umfjöllun þar, áður en kemur aftur fyrir til endanlega samþykkt. Margir góðir myndar. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég tek undir með ég held að bæjarstjóri Sigmars sé afskaplega þessi tillögu. Það eru, eins og kemur fram að vera að vísa í umræðu í þessum nefndum og það er ekki verið að segja með því að setja þetta í umræðu í þessum nefndum að við séum ekki við séum að slá slöku við í leikskólamálum. Þau áform halda áfram þrátt fyrir að þetta fari í umræðu í þessum nefndum. Þannig að vonandi minnka áhyggjur þínar hvað það varðar við þessar útskýringar. En ég tel þetta að vera gott framlag og eins og Njörður kom inn á áðan að þá er þetta svona okkar framlag til bara menningar og halda í söguna og færa bæinn okkar. Þannig að eins og það er ekki verið að samþykkja neina fjárhæðir og ekki verið að samþykkja neitt með þessu, heldur bara einungis að vísa þessu í umræðu. Þannig að já, takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Gjörðu svo vel. Já, forseti, aðeins til þess að svara því sem kom fram hérna hjá Sigmari. Hann nefndi fyrst húsafriðunarsjóð sem veitir styrki til friðara og friðlýstra húsa. Ég held að sé ekkert hús hér Hveragerði sem falli undir það. Það er eitt hús hérna á Reykjum, sumarbústaður Jónasar frá Hriflu sem var friðað fyrir nokkrum árum. En það er ekkert hér innan bæjarmarkanna, þannig að enginn hér geti fengið styrki úr þeim sjóði ef ég skil hann rétt. Nú, og svo tek ég bara undir það sem Sandra nefndi hér, að það er ekki verið að ákveða stofnunina, það er að taka jákvætt í erindið og vísa þessu til nánar umfjöllunar. Og ég held að, ég er mjög hrifinn af því, því við erum nú stór, Hveragerðis bær á stór afmæli næsta ári, 80 ára afmæli. Þá er ég mjög hrifinn af þessum afmælisgjöfum til sveitafélagsins sem að lifa áfram og geta, íbúar geta upplifa ánægju áfram út frá afmælisgjöfin og það væri meðal annars af fallegum og uppgerðum húsum. Svo dæmi hérna á afmælisárinu fyrir 9 árum, Hveragerðisbær var 70 ára, það var ákveðið að kaupa listaverk sem var svo þetta líður hjá og ég held að það hafi verið mjög vel heppnað og þetta er svona inn í það. Og svona að lokum þá vil ég nefna að það er mjög mikilvægt, finnst mér allavega sem Hveragerðingi uppalinn hér, það er svona hugum að þessu og þetta er hluti af sjálfsmynd okkar Hveragerðinga, það er byggðin sem er hér í kring, vissulega líka gróðurinn skiptir mjög miklu máli, enda eru hér og að ákveða tiltekin tré séu friðuð og megi ekki höggva þau niður. Og við höfum bara mjög gott dæmi hérna í næsta sveitafélagi við okkur sem er Selfoss eða Árborg þar sem var ekki hugað varðveislu húsa í langa tíma svo stendur sveitafélagi íbúanum uppi og rífa niður öll gömlu húsin þannig að þeir ákveða að fara þá leið að byggja eftirlíkingar á húsum 2 hús held ég sem að tengja Selfoss en hin alls ekki þannig að það sem að þetta svona vonandi að svona sjóður getur ýtt undir, það er að halda við henni raunverulegu gömlu byggð hér í Hveragerði.
Takk fyrir þetta Njörður. Allt ekki svo. Ég ætla að taka það alveg skýrt fram ef að þið hafið eitthvað misskilja á Sigmari, sko. Við viljum halda sögu Hveragerðis til haga og okkur eru annt sko, samfélagið og bæjarstæðið og þaðan. En sko, á annan veginn að þá talað að það muni fjármagnið ef það á að klæða hús eða eitthvað slíkt, en á hinn bóginn talað að þetta sé ekki háupphæð. Þannig ég veit ekki alveg í hvort fótinn við eigum að stíga þar, sko, ef við erum að tala þetta eins og hjá Hafnarfjarðarbæ, það eru 100.000 krónur kannski og við erum minna bæjarfélag, ég veit ekki alveg hver merkingin eiginlega er, en okkur allavega, okkar sýn á þetta að við hljótum að þurfa að taka þá þennan sjóð af einhverjum öðrum útgjaldalið hjá bæjarfélaginu. Þannig að það nú kannski svona punkturinn sem við erum að benda á að ég held að við eigum þennan sjóð ekki til staðar. Þannig að eins og Sigmar talaði áðan að þetta forgangsröðun. Takk fyrir það. Verða vantarlega líflega umræður í tveimur nefndum, þessar tillögur og eitthvað Jörvars. Já, svo vel Njörður. Já, forseti. Ég held að bæjarfulltrúi Alda skiljir nú alveg hvað við erum að segja, eða hvað ég er að segja þegar ég er að tala að þetta sé ekki háar upphæðir fyrir bæjarfélagið, en þetta eru upphæðir sem að geta skipt miklu máli fyrir eigendur húsa, til dæmis einstaklinga. Og þar geta nokkru 100 skalla skipt máli, eins og ég tók reyndar vont dæmi steniklæðningu, að þú getir mögulega keypt dýrari þjónustu eða vörur sem að henta koma húsum í uppnum. Þannig að það er erfitt að verðleggja menningu. Það er mjög erfitt, segi ég sem að starfa á slíkri stofnun og þetta er í raun og veru hluti af því og ég held sko að þegar öll eru á botning hvolft þá held ég að 1.200.000 á ári í einhver tíma, eða hvernig sem að það verður, að það sé ekki miklar upphæðir til þess að miða við það sem við fáum tilbaka. Þannig að ég held að við þurfum auðvitað líka að horfa á það. En eins og hér hefur komið ítrekkað fram að hér er ekki verið ákveðað við stofnun. Þannig að ég held að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins geti með góðri samvisku samþykkt að vísa þessar nefndir til nánari umfjöllunar. Takk fyrir þetta Njörður. Þá ætlum við að bera tillögum að húsnæðisverð upp til samþykktar. Hvernig samþykkt ekki að merki. Ég ætla að fá að lesa bókun. Þú ætlar með bókun, sorry, hér er Sigmar með bókun, fyrir Sigmar. Forseti, fulltrúi D-listans hafna tillögu Njörðar Sigurðssonar húsverndarsjóð á þeim forsendum að hvergi í tillögunni kemur fram hversu mikill kostnaður sé áætlaður af starfsemi sjóðsins og þá hvort það valdi skerðingum á öðrum föstum útgjaldaliðum bæjarins. Takk fyrir það. Ég ætla þá að bera tillögum í samþykkt, þeir sem samþykkja tillögum á húsnæðisverð merki. Við samþykkta merkjum, þeir sem á móti. Það er sem gerist þeir sem á móti. Þá er það líður 10 reglur framlög til stjórnmálasamtaka sem bjóða fram til sveitastjórnarkosninga í Hveragerði. Lögðu fram tillögu breytingu á reglum Hveragerðisbæjar, framlög til stjórnmálasamtaka sem bjóða fram til sveitastjórnarkosninga, breytingarnar tilkomnar breytingur á lögum 162/2006 starfsemi stjórnmálasamtaka. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillöguna að breytingum á reglum Hveragerðisbæjar og framlög til stjórnmálasamtaka sem bjóða fram til sveitastjórnarkosninga í Hveragerði til að taka gildi frá og með 1. apríl 2014. Ef enginn þessi ljós, þá ber tillögun upp til samþykktar til samþykki tillögun gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Það liður 11. Breyting á samþykktum stjórn og fundum Hveragerðisbæjar vegna fjölgunar byggðasamlaga fyrri umræða. Lögðu fram til fyrri umræðu tillaga breytingu á samþykktum stjórn fundarskap Hveragerðisbæjar nr. 923
2023. Breytingin tilkomin vegna stofnunar byggðasamlags tónlistarskóla Árnesinga og brunavarna Árnessýslu. Lagt til að bæjarstjórn samþykki tillöguna að breytingunni á samþykktum stjórn og fundarskóla Breiðholtsbæjar nr. 923/2023 og vísa til seinni umræðu. En orðið laust þess samþykkt. Forseti. Hér breytingar vegna brunavarna Árnessýslu og tónlistarskólann. En mér langaði svona aðeins hér að kasta fram til bæjarfulltrúa hér af því að á síðasta héraðsfundarfundi þá var vinnuhópur skipaður til að meta kosti og galla þess að setja í eitt byggðasamlag, söfnin 3 sem við erum aðilar að þar og við erum að meta kosti og galla. Það er verið að horfa til þess hvort að eigi að stofna 3 byggðasamlög utan listasafnið annars vegar, héraðsskjalasafnið og svo byggðasafn Árnesinga. Og það hafa verið alls konar umræðu hvað þetta varðar, en mér langar svolítið bara að kasta fram til ykkar hvernig þið sjá þetta fyrir ykkur, hvernig þið viljið að við sem sitjum í þessum vinnuhóp og í stjórn þessara safna beitum okkur fyrir hönd Hveragerðisbæjar og hvort að þið hafið einhverjar skoðanir á því hvort að þetta verði eitt byggðasamlag eða 3. Þannig að hvort að það, kasta því til ykkar inn í fundin að einhver skoðun á þessu. Takk. Takk fyrir það, Sandra. Einhver skrifið sér hljóðs. Njörður þessu. Ég aðeins að koma inn á það sem að Sandra var hér að ræða það sem er núna í umræðu meðal sveitarfélaganna í Árnessýslu. Það er hvernig byggðasamlögin utan söfnum okkar 3 verða. Við erum með listasafn, héraðsskjalasafn og byggðasafn. Og ég sit núna í stjórn listasafns Árnesinga og það eru svona áhyggjur hjá forstöðumönnum þessara safna að ef þetta verður eitt byggðasamlag að þau kannski missi svona sjálfstæði sitt. En á fundum held ég að í öllum stjórnum og eins og hérna í héraðsnefndinni þá held ég að það sé fullur allir sammála það að starfsemi safnanna verði alveg óbreytt og forstöðumenn hafi þetta sjálfstæði sem þeir hafa haft, enda eru þetta flott söfn sem við eigum. Nú, það er svona ýmsa hyggja í þessu. Ég held að það sé met hér á Suðurlandi hvað eru mörg byggðasamlög utan hin og þessi verkefni. Þannig að hér erum við að vera að fjölga byggðasamlögunum. Héraðsnefndin hefur eitt byggðasamlag en það er ekki löglegt samkvæmt áliti ráðuneytisins fyrir nokkrum árum. Þess vegna þarf að skipta þeim upp, þannig að við erum að fara að fjölga þeim allnokkur. Og þá er spurning hvort að hér veri eitt byggðasamlag eða 2 eða 3. Það sem hefur verið rætt. Og ég reyndar sagði á þessum sameiginlega fundi okkar sem var held í síðustu viku, ef ég var rétt, eða þar síðustu viku, að við værum ekki að ræða þetta væri ekki vandamál ef öll sveitarfélögin hér í Árnessýslu væri eitt sveitarfélag sem væri auðvitað skynsamlegasta lausnin. Það voru ekki allir sem fögnuðu þessu en þó heyrði ég eitt klapp úr horni þar. En ég velti samt aðeins fyrir mér það sem við erum núna að fara að skipta upp þessari héraðsnefnd Árnesinga sem byggir á mjög gömlum grunni og það var meðal annars rætt á þessum sameiginlega fundi. Héraðsnefndin held ég að við stofnuð 1988 og hún byggir á grunni sýslunefndar Árnessýslu sem var stofnuð 1874 sameiginleg verkefni sveitarfélaganna í sýslunni og héraðsnefndin tók svo við því hlutverki. Og ég held að þetta sameiginlega samstarf sveitarfélaganna í Árnessýslu hafi verið mjög gott og leitt til góðra hluta. Og við erum meðal annars að fjalla hér tónlistarskólann og brunavarnir Árnessýslu og líka söfnin okkar sem eru glæsileg. Þannig að maður svona velti fyrir sér hvað verður þetta samstarf sem var inn í þessu batteri sem að héraðsnefndin heitir en fer núna í minni byggðasamlög, hversu mörg sem þau verða. Þannig að ég held að sveitarfélögin í Árnessýslu hafi meira bolmagn, til dæmis gagnvart ríkisvaldinu í sameiningu, í ýmsum málum, svona sem samgöngumálum og öðru, heldur en hver í sínu horni. Þannig að
Ég held að þetta sé eitthvað líka sem að sveitarfélögin í sýslunni þurfa að hugsa varðandi samstarfið til framtíðar. Takk fyrir þetta, Njörður. Eina sem er kannski ágjörð að það getur þrjúbyrðið samlög og einfaldað fyrir sveitarfélög að dragast úr samstarfið. Kannski einhvern veginn, en einhver fyrir að sjá sig. Ef ekki, þá er tillagan að vísa þessu yfir í seinni umræðu og ég ber hann þá upp að bæðistur samþykkir tillögum að breytingu samþykkt með stjórn og fundarsköp Hvergisbæjar og vísa tillögum til seinni umræðu til samþykkt vikið verka. Það er samþykkt samhliða. Þá er 12 skipan við nefndir og ráð. Það er kosningu nefndir og ráð samkvæmt 48. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Hvergisbæjar nr. 9/2023 með síðari breytingum. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að skipa Pálínu Sigurjónsdóttur fulltrúa félags eldri borgara. Félag eldri borgara Hvergi hefur tilkynnt nýjan formann félagsins, Pálínu Sigurjónsdóttur, sem fulltrúa félagsins í öldungaráði í stað fráfarandi formanns Sigurlínar Sveinbjörnsdóttur. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að skipa Pálínu Sigurjónsdóttur fulltrúa félags eldri borgara í öldungaráði. Orðalaust. Lengi hvað þessu mál, þá fer þess að tillögu upp í samþátt, þeir sem samþykkt tilmæli verki, þeir samþykkt samhliða. Og þá var það seinasti liður á dagskrá, 13. liður, það er breyting á samþykktum Bergríssons síðar umræða. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki breytingu á samþykktum Bergríssons í samræmi við framlagða tillögu en orðalaust tillögu. Lengi hvað þessu ljós og þá berjum við samþykktar og þeir sem samþykkt merki. Nú er samþykkt samhliða. Þá er til að lesa fundargerð samþykkja og við ljúum þá útsetningu 18:91. Takk fyrir góða áheyrn og sjáum síðar.